Við byrjum að kynna lið gestana, en lið Gróttu þannig skipað. Markmaður Hákon Rafn Valdimarsson, númer 4 Bjarni Rögnvaldsson, númer 6 Sigurvin Reynisson, fyrirliði, númer 10 Kristófer Orri Pétursson, númer 11 Sölvi Björnsson, númer 15 Halldór Kristján Baldursson, númer 16 Kristófer Skeving, númer 19 Axel Freyr Harðarsson, númer 21 Ásgrímur Gunnarsson, númer 23 Dagur Guðjónsson og númer 29 Óliver Dagur Þorlasíus. Varamennur Jón Ívan Rifin, Arnar Þór Helgason, Pétur Steinn Þorsteinsson, Agnar Guðjónsson og Björn Axel Guðjónsson. Þjálfari Gróttu Óskar Hrafn Þorvaldsson, honlaðastóri Halldór Árnason og Bjarki Már Ólafsson. Og þá eru okkar menn í vestra. Númer 24 Daði Freyr Arnarsson, númer 6 Daniel Badu, númer 7 Soran Plasnik, númer 16 Hamed Laval, númer 18 Mattías Króknes Jóhansson, númer 19 Joshua Signey, númer 20 Pétur Bjarnason, númer 22 Elmar Atli Garðarsson fyrirliði, 23 James Mack, númer 27 Sergin Fall og númer 44 Andrew James Pugh. Varamenn Brenton Muhammad, Hafþór Atli Agnarsson, Daniel Agnar Ásgeirsson, Viktor Júliusson, Þórður Gunnar Hafþórsson og Guðmundur Arnarsson. Þjálfari okkar manna Bjarni Jóhansson og honlaðastóðar Jón Hálfdán Pétursson. Dómari leiksins Elías Ingi Árnason og honlaðastóðar Ragnar Þór Bender og Guðmundur Ingi Bjarnason. Knattspyrna leikur án fordóma, fyrirmynda framkoma utan vallar sem innan gerir leikinn skemmtilegri, sýnum öllum þátttakendum leiksins virðingu og háttvísi að leiðarljósi. Áfram vestri. Jæja, góður áhorfendur. Hérna labbar inn nýkjörinn forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Aldrei verið fallegri, tilbúin að lýsa leiknum fyrir ykkur. Ég er að benda á það, Kristján, þú fær hérna græna fallega snúru með þessu. Varstu búin að fara í liðið? Já, komið blessu og sæl. Ég gerir ráð fyrir að Raggi hafi verið búin að fara í liði. Ég fer aftur yfir bara eftir svona korter eða eitthvað, það fleiri eru konir að skjánum. Við erum komin í leik vestra á Gróttu. Vestur hefur átt erfitt uppdráttarindar í deildinni en vonast til að snúa genginu við þessum leik. Pétur upp í skalla. Virðist vera eins og Bjarni sé í sínu 4-3-3 stillingu. Hörðu, það James Mack, hann dæmdur ástæður. Fín tilþrif, allavega komið. Grótta með boltan 4-3-3 já. Matti Króknes úti hægra megin, bakk. Hér Pétur að brjótast upp kantinn. Og færi. Skoti stöng, fall, nei. Algjört dauða færi á fall, setur boltan í stöng.
Hamad, boltan inn í, en Hjörtur höldum áfram í liði á Matti, Gróknisir út í hægri bakverði. Vinnur boltan hana, miðverði eru Elmar, Garðast fyrirlið. Með honum í vörninni Andy Pugh og vinstra megin Hamed. Inn á miðjunni Josh. Út í hægri kanti James Mack sýnist mér vera þar. Fram í Pétur Bjarna og Fall út af vinstra megin. Inn á miðjunni Soran með Josh. Já, held ég að liðið sem nokkurn veginn komið hjá okkur. Fall kominn, hann missir að boltanum, hann aðeins og hár. Rennum út á Hamed. Ég er að gleyma Batu. Batu er hann inn á miðjunni með Josh og Soran. Fall. Hann er konið færi. Hann hnóðast, nei, þeir ná að stoppa hann af hann. Hann var næstum, hann hnóðast sér í gegn. Það er allavega líf í Vesturmönnum hérna í sóknarleiknum. Það er ágætt, þeir pressa hátt. Og bara passa, vissi þá ekki Soran, Batu, Soran. Það er innkast. Varamannabekknum með Brenton Mohammad, varamarkmaður, Haffi Agnas, Danni Ásgeis, Viktor, Þórður og Guðmundur Arnar Svavarsson. Búið að vera hann þokkalegt líf í þessu, það eru komin tvö nokkuð góð, eitt mjög gott færi, eitt hálfæri á vestri. Grótta hafa byrjað þetta rólega. Pétur var full að pressa núna, þetta finna fyrir sér hann frammi. Það er svona að vera kannski pínu breyting á uppstillingu frá því í síðustu leikjum að Joss er komin svolítið framar á völlin. Batu er að leysa hann af fyrir aftan og Soran. Hann hefur verið svona frekar varnartengilegur hingað til. Þannig að mögulega er verið að reyna að breyta uppstillingum til að koma meira líf í sóknarleiki sem hefur verið steindauður undanfarnir leikjum. Það eru fleiri leikir í annar deildinni í dag, ég heldur eftir. Þeir kannski betur yfir það á eftir. Ég leikur eitt Gróttum að meitur eftir. Það virðist nú vera búin að jafna sig á þessu. Eins og segir, Vestramenn byrjuðu á 5-0 sigur á móti Hetti hérna á heimavelli. Þeir eru svo búin að spila, töpuðu svo fyrir afturheldingu og þetta er þriðji heimaleikurinn núna. Úrslit hafa ekki verið alveg að detta fyrir okkur, en við vonumst til að það verði. Nei, heyrðu, þetta var vel gert í Elmari, Konstantin fyrir sendingu, þetta var stórhættileg til Gróttu. James Mack brunar upp, fasta sendingu á Pétur, hann nær þessu. Hvað gerir Pétur? Fyrir þetta á vinstri, lætur vaða markið. Þetta var gott skot hjá Pétri. Nú fannst þess að markmaðurinn hafa varið hann, en það hefur greinilega ekki verið. Það er útspark. Hér er Jón Hálfdán Pétursson mættur á bekkinn með Bjarna, þannig að láta heyra í sér. Ég vona að heyrist eitthvað í mér á meðan hann er að góla þarna.
Það er úrsparkur á marki vestra. Daði gerir sig kláran. Matti á bolta. James Magnastu komin inn í sendingu hana. Það er svona aðeins betri holding á liðinu núna heldur við sjöundafærið. Góð færsla og þessi breyting með Josh þarna framar á miðunni hefur verið að koma ágætlega út núna. Andy. Hann veit vinna boltan Fall. Hann var að fara sko. Hann dæmir aukaspyrnu. Svolítið seint en það er hagnaðurinn við svona núna. Aukaspyrna hérna út í vinstri megin. Hamed gerir sig kláran. Pétur. Men nú er fljúandi tæklingar hérna hægri vinstri. Josh kemur inn á Fall. Þetta er góð sending hjá Josh. Hvað gerir Fall? Sendir hann fyrir. Þarna er enginn. Þeir eru að biðja hendi ykkur hérna. Ég sá það nú ekki alveg. Liggur meiddur maður á velli. Fengi eitthvað högg. Batu, hann var ekki alveg sáttur við Batu hana. Hamed missir hann yfir sig, Andy. Þetta er hættulegt tækling á Hamed. Svona tæpur á spjaldi. En þetta er í lagi. Fær hann sennilega tiltal. Það er náttúrulega einfaldast bara að labba í áttina að dómarum að biðja mann það sko. Þetta er ekki mikið vandamál sko. Jæja, það er ykkur konar stað, Grótta með boltan. Matti á þetta, það var vel gert. Josh koma svo út úr þessu. Hamed, láttu það. Þarna já. Fall og eftir boltanum og Pétur. Kemur enginn. Enginn. Herðu, Gróttumaður alveg þetta ekki. Matti tekur þetta. Vel gert Mattias. Mæta James Mack. Þetta er ekki dæmt á þetta. Hann leikur á Matta. Pétur, það gengur illa að halda boltana núna vestir. Gróttar aðeins vantar að segja sig verið núna. Þannig að pressa aðeins herra. En það er líf. Er það ekki eitthvað lag? Daði strax með boltan í leik koma. Ég veist þetta alltaf svolítið langan tíma að taka. Eins og við séum að gefa liðanum tækifæri til þess að stilla upp á móti okkur sko.
Pétur lítur að vinna þetta. Þetta er brot, dómari. Jæja. Nú ætlar leikinn að halda áfram. Æðir hann undir hann. Já, þetta er ekki neitt sko. Bara að halda áfram. Þarna missir hann sig aðeins. Gróttumaður. Það má ekkert segja í Davíðs í þessum bolta. Hann getur fengið spjald. Það er tiltal. Jæja, áfram með leikinn. Elmar með langa sendingu. Það kemur ekki mikið út úr þessu en hann varð að losa þetta. Hann fljótur þessi. Leikmann nummer 19. Axel Freyr Harðarsson. Jæja, hann er heldur boltanum ennþá inn á. Nei, hann er farin út af útspark. Daðum boltan. Svona Daði minn, þetta er nú komið gott bara. Áfram með boltan. Svo er hann Josh. Þetta er já, ekki kallum við þetta hættur eitt skot allavega en sannlega góða hreinsun. Svona vestri hefur aðeins verið að detta aftur núna. Þeir byrjuðu pressu mjög fínt fyrstu 7-8 mínúturnar. Það er svona að Fall er að reyna að fá liðið aftur framar. Þetta er bara fínt sko en það er svolítið bíl á milli samt. Sóknar á miðju í þessari pressu. Badu. Hlæslu í Samsung. Nei, það er hálfum. Já. Það er ekki þetta ég var aðeins hérna. Þetta er Fall, hann er komin að spreytin. Þetta er fínt fyrir Fall, hann vill fá flugbraut fyrir fram að sig. Hann er eldfljótur þegar það fær hana. Hann komin inn í teig. Láttu vaða. Ój. Skotjós. Það er hot. Þetta var algjör dettari hann. Ég vil sjá Fall skora úr þessum færum. Fá svo 1 og 1 á. Við höfum að gera betur hana. Já, hýlt sér fyrsta hotspinnan í leiknum, allavega hjá Vest. Jú, fyrsta hotspinnan. James Max sendir ykkur hotnið. Sendi ykkur inn í, þetta var engir á nær. Hvað er maðurinn á nær? Hamed, James aftur, kemur utan á hann, Hamed. Æ, James. Herru hann. Það var ágætt en við hefum getað gert betur úr þessu. Vel gert, Badu. Vestra á innkast. Jæja, smá líf aftur. Það bara, boltið þarf að fara inn sko. Það er ekki nóg að vera bara í færunum sko. Við þurfum að fara að nýta þetta. Æklappi, vel gert, Badu með boltan, Andy, sendur hann ranga fram, James Mack, Josh, já, James er rámstæður. Það er svona greinileg breyting á uppstendingu við vatna bæði Josh framar eins og ég sagði og hann er svona orðinn hálfgerður sendir. Þetta er svona flæður á milli 4-4-2 og 4-3-3. Sennilega er uppstendingi 4-3-3 en það er svona meira flæði heldur en hefur verið og það finnst það að vera allavega ekki jafn fyrirsjáanlegur sóknarleikur og hefur verið áður. Þetta er töluvert betra. En eins og ég segi það er ekki nóg að láta boltann flæða, við erum að skora. Ég geti kannski rent núna rétt yfir Gróttulið ef það skildi ykkur að selja þetta sem sé vera að hlusta. Það er inn í markinu Hákon Rafn Valdimarsson. Aðri leikmenn er Bjarni Rögnvaldsson,
Sigurvin Reynisson fyrirliði, Kristoffer Orri Pétursson, Sölvi Björnsson, Halldór Kristján Baldursson, Kristoffer Skeving, Axel Freyr Harðarsson, Ásgrímur Gunnarsson, Dagur Guðjónsson og Ólafur Dagur Tollasíus. Þeir eru með varamarkmanninn Jón Ívar Rivíne. Svo eru aðrir varamenn Arnar Þór Helgason, Pétur Steinn Þorsteinsson, Agnar Guðjónsson og Björn Axel Guðjónsson. Óskar Hrafn Þorvarsson, þjálfari Gróttu. Hér eru Gróttu með konur í Rattuböllin. Gefur hann að vera aftasóknarmenn, það er lán. James Mack fær boltan. Það er engin hjálp. Það hefðist að segja eitt Gróttu áhorfandi á vellinum, ég er ekki frá því. Ég sé ekki, það er innkast. Gróttumönnum fættir aðeins búin að hækka sig upp og öll inn í pressinu núna. Þessi farinn. Gróttumenn eru bara pressa hátt núna, eða elda boltan alltaf, kannski hátt en hásending. Fall lána ekki að tapa, skalla boltan móti. Gróttu á aukaspyrnu, það er ekki mikið umferð. Gróttu hafa ekki náð að byggja upp sóknarleik sem einhverju ráði en svo sem ekkert í þessu. Þetta er alveg fullorðinn svona en ekkert bara boltinn á milli. Gróttumenn eru nú að reyna þetta er slakt. Hann myndi á að gera betur en við verðum að vinna bolta svona, þá verðum við að ná að sprengja þetta aðeins upp og sækja hratt sko. Gefins boltið hann. Þetta er ekki neitt. Að vinna hann að bolta hérna. Pétur, nei. Gróttumenn halda boltanum núna, búin að halda honum betur innan liðs heldur en við höfum náð í vestra. Alveg langt eftir þannig að Pétur koma svo. Pétur. Hann getur miklu betur en hann veita. Ég vilja sjá hann taka hann þarna almennilega niður og sækja á hratt á og sora hann. Og þetta er bara glímubrauð hérna. Hérna er ekki glímudeild hjá Gróttu líka? Það ekki. Alltaf á KR. Þessi gæti náttúrulega verið þaðan sko. Þeir tína stundum hann yfir. Eins, Pétur, þetta tekur á langan tíma. Pétur, vel gert hjá Pétur, nú ríkur hann upp, hann er fljótur hann góðan að stað sko. Inn í teig og kottur sem boltan inn í. Já. Joss er að skora, þetta er að skila sér. Færa mannið framar og hann setur hann, þetta er bara að koma. Glæsilegt, 1-0 vestri, nú halda þessu bara. Það var mjög vel gert hjá Pétri, þetta er nánast upp á eigin spýtur, raukan hann upp kantinn, hann inn í teg og gaf hann fyrir 1.78 að gera þar á pottanum minn. Frábært. 21 mínúta er á leikklukkunni, við vonum að það fara á stað réttum tíma. Koma svo.
Já, upp með þetta bara. James Mack fyrir kantinn. Með 2 í sér. Tala saman, snúa. Batu. Soran. Alveg yfir. Hamed, þetta gott spil hjá Vestra núna. Strax skorinn í sókn. Hamed ríkur fram hjá einum. Þetta brot. Dómari sér það ekki. Þetta hefði rólegur. Josh vinnur boltan. Vel gert hjá Josh. Það barátt í mínum mönnum. Þetta allt annað hérna. Batu, Fall, tala saman. Vinnur boltan. Elmar langar á James bara. Já, Pétur. Svona Pétur, vel gert. Við ráði ekkert í Pétur núna. Við fá að hanga svolítið í honum. Lundsetting. Andi tekur niður, vel gert. Æ. Þannig að halda honum hérna aðeins. Kemur. Gróttumir reyna að byggja eitthvað upp. Það kemur oft langur hjá þeim. Þetta eru Matti. Þetta er ekki finna mikla glöfut fyrir spil Gróttumenn ef þeir ætla að gera það eða hvort að uppleikurinn sé að senda fram á einhvern í háa sendingar. Pressar, þetta er góð pressa, vel gert Batu. Þetta er góður kraftur í Vestramönnum núna. Þeir éta allar sendingar, duglegir á miðjunni. Þetta er allt annað lið heldur en var hérna móti Aftureldingu daginn. Soran setur hann langan, James Mack eldir. Já, tæpur í hann hana. Matti, já, fín pressa. Pétur. Þannig James kannski dottinn aðeins og neðalega. Elmar, já. Þetta er kunnuleg sjón fyrir marga hérna á vellinum. Jón Hálfdán Pétursson skulle vera mættur í kvartbuxunum sínum aftur hérna, öskrandi á hvetjandi. Kominn langt út fyrir svæðið sitt náttúrulega en það er allt í lagi. Þetta er Jón Hálfdán. Þetta Matti. Daði fer út á móti þessu, setur hann langan, eða háan, kannski meira. Soran. Já, góð sending. James sleipur eftir þessu. Kannski ekki. Já, hugsunin var góð, sendingin var kannski aðeins og innarlega. Nú var aftur komið pínu bíl, það verðist eins og varnarsinnu meðmennir eigi að sitja eftir en það myndast alltaf bíl á milli sóknar í pressu og miðju. Sem er einfalt að leysa pressuna þá. Það er líðilegt fyrir sóknarmenn að vera að æða svona fram og ekkert gerist. Þá var hann frekar lengi ákveða sig hvort þetta var rangst eða ekki. Ég er ekki viss um að það hafi rétt. Ég er ekki vanur að deila við dómarann, þannig að við látum þetta standa bara.
Þrífast að sækja hana bolta. Það er rándýri boltar, það geta að setja þetta út í sjó. Og það leikur áfram Eiríkur, sýnist mér Ragnarsson og Súðavík fer á eftir þessu. Þetta er komið. Það er kannski rétt að benda á ástæðan fyrir að allt er svona skýrt og gott inn í útsendingunni en náttúrulega Pétur Magnússon er ekki með mér. En ég vona að sé að hlusta. Daði, langt útspark. Við erum ekki að vinna eitt einasta skallabólta. Elmar, þú verður að taka þetta. Já, Elmar lokar á hann. Fínt, góð vörn. Mattias. Elmar út. Svo upp með vörnina. Hvað skonar. Já. Ég vilja kannski fyrir eitthvað svona einfaldar sendingar heldur en einhverja sitansnúninga en þetta er alltaf leið. Vestramenn eru þéttir núna tilbaka. Kannski full mikill tími sem að Gróttumenn er að hafa boltan hérna núna en það virðist ekki hjálpa þeim, allavega ekki í þessari sendingu. Þarna tala saman hann í vörninni, Jesús, þetta var frábært færi á Gróttu, þarna töluðu Elmar og Matti alls ekki nóg vel saman. Boltinn kemur á milli þeirra og hvorugur tekur eftir því. Daði. Pétur gerir þetta vel. Pétur er búinn að vera í fínu stuði í þessum leik. Það er að hættulegur í sínum aðgerðum. Hörðu, Fall fær boltan. Soran, hann er góð skotmaður. Hann er ekki að tekið eina touch í viðbót. Það er ekki nóg tími, við sýndist það. Sett hann aðeins betur. Þetta var góð svo. Pétur enn einu sinni að rjúka upp kantana, skapa usla, Fall fekk boltaninn í teig. Soran með skot sem var varið nokkuð auðveldlega. Gróttumenn halda að fara að spila, það er ekki gengið mjög vel uppsóknarlega hjá þeim í dag. Það er engin færi, sérstaklega hættulega eitt færi núna áðan. Þeir eru að reyna að komast bakverðana hjá okkur. Það er svona, sýnist að vera þeirra stíll í dag sem er svo sem góður að geða veldur þegar það gengur. Þetta er brot, hlýtur að vera á vestri og aukaspyrnu. Það er hálftími búinn á leiknum, staðan er 1-0 fyrir vestra. Markið gerir Joss. Ryan Signý eftir sendingu frá og undirbúning frá Pétur Bjarna. Búið að vera mikið líf og fínt líf í vestramönnum. Bara heilt yfir góðu leikur sem fram að þessu. Þetta er Pétur, James Mack, skjóttu. Þetta er allavega færi og það eru skot og það er líf, það er allavega gott. Þetta skot er samt vel framhjá en góð sókn. Þetta er svona að vera eins og Groundhog Day þegar Gróttumenn komu. Þetta er svona svipað og leikstíll vestra var mótið Aftureldingu. Það er voðalega lítið að vera sóknarlega. Það fyrir eitthvað fyrirsjáanlegir Gróttumenn rangstæður.
Daði tekur spyrnuna. Soran. Hamid kemur. Enginn með honum. Æ, þetta klaufalegt. Hann missa boltan svona frá sér. Fall, já, þeir vinna boltan aftan. Góð pressa. Soran. Hamid. Þetta ágætt. Æ, erfið bolti hana. Erfið bolti. Gróttu með sækja núna hratt. Elma kemur við. Þetta fín vörn. James Mack. Daniel Badu. Soran, ekkert eitthvað. Já, Hamid. Þetta allt og tæft strákar minni. Hvað þetta? Fall, hvað gerir Fall? Hann rýkur á stað. Þetta náttúrulega bara aukaspyrna. Ekkert annað, já. Hangir í hann, ráðir ekkert við hann. Já. Á ekkert að henda turnunum inn í teig. Nei, það er bara að spila úr þessu. Þetta góð sendingi Soran. James tekur hann vel niður. Josh. Já. Frábær sending. Það Soran yfir. James Mack tekur hann niður, rennur út á Josh sem er greinilega mjög ánægður með að vera komin svona framalega á völlinn. Búinn að setja 2 í dag. Það má allavega segja að þetta hafi ekki verið slæm ákvörðun að færa hann það fram á höllum með þetta. En vel gert hjá öllum. Soran, James, Josh. Frábært. Koma svo. Ekki gefa þumlung eftir. Við erum að halda þessu bara. Þetta er algjörlega lífsnauðsynlegt að taka sigurinn í dag bara fyrir peppi, fyrir andan, fyrir deildina, fyrir egoið. Við erum að halda þessu gangandi. Alveg komið tíma og sigur þetta. Nonni vill ekki sjá Pétur svona framalega í pressunni. Ég get náttúrulega tekið undir það er óþarf að vera að hlaupa eins og hundur þarna ef enginn er með þér sko. Það er bara orkueyðsla. Nei, Andi, burt með þetta bara. Jæja, halda þessu, ekki brjóta. 2 á hann, þetta er. Já, Andi vinnur hann að bolta. Soran kominn, boltin fram, stillu upp bara. Pétur. James kemur með honum. Fær boltan. Já. Og svo langar hann yfir á. Já. Kemur Josh. Batu er hérna með honum. Þetta er erfitt. Já, setur hann langt. Þetta var ágætis hugsun. Pétur hefði getað stungið sér hann inn. Fór greinilega bara í varnarmann. Elmar. Niður með boltan. Batu. Það er að ná þessu boltan niður. Úff. Þetta er bara bolt. Nei, ég er bara ekki alveg Já. Jú, kannski. Segjum 50-50. Matti tapaði. Þetta er alltaf 35 mínútur búnar, það er 10 mínútur eftir að fyrir áleik, það er nóg eftir þessu leik, það er nóg tími til að gera mörk, bæði lið, sem eru að halda okkur á tánum, vestramenn. Fer lítið fyrir þjálfara Gróttu hér á hliðinni, hefur það bara mjög fínt þarna við. Joss var ekki sáttur við þetta. Gróttu að stilla upp, Pétur pressar, þetta er góð vörn. Nei, nú er ég ekki sáttur. Ég er nú bara að þetta var ekki brotið Pétri.
vakandi. Gróttumenn vilja náttúrulega ólmi setja markirna fyrir hálfleik. Erfitt að vera 2-0 undir. Þeir eru með vindi. Náttúrulega ekki mikill vindur hérna frekar en venjulega en Gróttumenn kallar allavega væntanlega ekki vind hann af nesinu. Fall með boltan. Andi kemur með langan bolta á Hamed. Erfiður bolti. Josh pressar. Kemur langur upp Matti á þennan. James tekur boltan niður. Allt í lagi að tala saman strákar. Láta vita. Soran. Þetta er erfið boltinn á Pétur. Og bakka. Elmar búinn að fínna í dag sem ballir í vörninni. Það er ekki mikið reynd á hann. Eitthvað kannski hefur dómar til síns mál sem mér varst þetta soft. Taka boltan niður. Já, allt í lagi. Spila bara að halda boltanum aðeins. Svona vel gert Fall. Hann er brotið á Batu og Gróttumaðurinn. Hann var nú bara að sína núna sko. Hann var nú bara að sína hvað hinn var að gera og rak sig óvart í hann sko. Þetta var nú kannski óheppni í Gróttumanninu. Hann finnst það nú ekki að skilja gula spjaldi kannski fyrir þetta sko. Jæja. En ég deili ekki við dómarann sko. Það hefur aldrei gert. Andi með aukaspyrnu. Sendur hann inn á Pétur, Fall tekur hann. Þarna er það sama átt Joss. Joss er bara rétt við að setja þrennu þarna. Boltinn lekur þarna fram hjá hægri stönginni. Það er kannski ágætt, ég var að mynda að fara að tala saman að Pétur og Fall þurfti að tala saman. Það er kannski ágætt þeir turtandi fara bara saman upp í skallabolta. Joss fyrir aftan, þeir ætti þá að vinna hann. Hamed, heyrðu, hann að sleppa í gegn. Þetta er einhvern veginn, jæja. Daði. Daniel vinnur hann að skallabolta. Josh og Ben Daniel setja nú rólegur Andi. Þetta er freka langur bolti en Pétur er helviti fljótur þennan konar stað. Nei, hann er út. Afsakið orðbræðið. Jæja. Það er sennilega eftir að koma óvart aftur. Þið verður bara að fyrirgefa það. Soran, þetta er brot. Dómarinn lætur leikinn halda áfram. Kemur stungusending. Mattías á þetta. Já. Við höfum þessa útspark. Það ekki. Allar hann ekki á hotn við skutt greinilega í mannin. Jæja, hann hefur greinilega ekki séð þetta jafn vel og ég. Eins og staðan núna er ekkert í kortunum nema að vestra-vestri er mun sterkari aðilinn. Gróttumenn eiga að vísa hérna fyrstu hotspinnuna sína sem að var mínu viti óverðskuldað því að það fór í Gróttumanninn. Skulum vona að það leysist farsælast úr þessu. Kemur hotnið. Daði slæðir þetta. Þetta er bara aftur fyrir endamörk og það er útspark. Sem að Daði tekur hún sér sennilega tíma í að taka, ef ég þekki hann rétt.
42 stundur á klukkunni núna, þannig að það styttist í hálfleik. Daði með útspark. Batu, ekki stærsti mann á vellinum að vinna skallabolta núna aftur. Við náum samt ekki að halda boltanum mikið innan liðs. James Mack vinnur, nei, reynir að vinna boltanum. Elmar, boltinn kemur eftir ágætt. Þetta vel gert hjá Mattías. Mattías stoppar hann þarna. Nautsterkur alveg Mattías. Pétur, nú aðeins að hann þarf að kveikja Vesturmönnum aftur. Svolítið værukerði yfir sem finnst mér núna. Pétur. Ahmed, þetta er alltaf Soran tekur boltan, A-leit, Fall, koma. Já, sjáu þið, góð sending á Soran. Þetta er vel gert hjá honum. Fall, leikur á 1. Fall er komin inn teig, láttu vaða markið. Hvað? Nú skil ég ekki alveg. Já, þessi sending átti væntanlega að fara á James Mack en Josh var á milli. Ég hefði bara viljað sjá hann fara í skotana. Ég varst að vera bara alveg, liggja alveg við að fara í skotana. Ég get víst ekki fengið þetta endursýnt. Boltinn leikur bara út af. Elmar var ekki sáttur við hann þetta þarna. Jafna sig. Síðasta mínútan, veit ekki, ég er ekki búinn að sjá neina bendingar uppbóta tíma hjá dómaranum. Segjum 2 mínútur. Að vinna hana bolta. Já, Mattías. Vel gert Mattías. Gróttumenn pressa núna að vilja ná þessu marki fyrir hálfleik. Það er alveg skiljanlegt. Við hefum vel getað verið komið með 3, jafnvel 4 ef við hefum verið heppin, en við sættum okkur við 2-0. Vinna hana bolta. Daði. Já, Daði getur þetta. Boltanum við leik, koma boltanum við leik. Þegar hann bætir, ég veit ekki með klukkan, en það er allavega búið að fluta hálfleik. Staðan er 2-0 fyrir Vestra. Við komum aftur hérna strax í seinni hálfleik. Fáum okkur kaffi.
Jæja, þá erum við komin inn í seinni hálfleik. Ég gæti ekki betur segja að Gróttumenn hafi verið að gera skiptingu inn á að komin leikmaður númer 17, Agnar Guðjónsson. En ég er ekki alveg viss hvaða leikmaður fór út af. En það kannski skiptir ekki öllu máli. Þeir sem er að koma að tækjana núna, þá er seinni hálfleikur bara rétt að byrja. Staðan er 2-0 fyrir Vestra. Og það var Josh Ryan Signey sem skoraði bæði mörk Vestra. Það er bara vonandi að allavega fyrir Vestra menn að þetta haldi svona áfram. Þurfti aðeins að skjótast hérna og segja mannum að kveikja á klukkunni, hún er ekki farin í gang, þannig að augum minni. Ykkur. Hér eru Gróttumenn. Nýju leikmaður númer 17, Agnar með boltann. Já, Vestra menn búin að loka þessum svæðum, það er ekki mikið að gerast. Aðeins kannski konur full aftalega kannski Vestra mennin. Þéttir þá. Það er kannski dagskipu seinni hálfleiks að vera þéttir. Vestra menn eru náttúrulega 2-0 yfir og alveg lífsnauðsynlegt að ná sigri þetta í dag. Matti tekur innkast. Pétur fellir við, þetta er ekki neitt. Svoran vinnur skalla, Joss með boltan. Þetta er bara klafs og múður hérna. Daniel Batu missir boltan. Dæmd aukaspyrna. Frekar soft en við tökum hana. Elmar Atli aukaspyrnu. Pétur vinnur boltan. Gott með sjá Daniel Batu harður. Leikur á 1 broti á honum. Josh. Soran. Þetta er ekki neitt. Gróttumenn vinna boltan. Pressa Vestra heldur áfram og þeir missa boltan út af. Vel gert. Góð pressa á Vestramönnum núna. Matti, Fall, Pétur. Kom maar Grótta, mætum við! Soran vinnur boltan. Greinilega ólöglega Matti dómarans. Hann fær spjald. Jú, sennilega er hann að meta þetta þannig að hann sé að stoppa upplaup eða hraðaupplaup. Það er samkvæmt reglunum spjald og broti sér nú kannski ekkit sérstaklega mikið.
Þeir eru að vinna svolítið með að bakurinn hægra minn að setja hann upp alveg í vinstra horni. Kom fyrir allavega 5-6 sinnum í fyrri hálfleik. Já, Pétur vinnur boltan, Grótta á innkast. Það eru Josh, hvað gerir Josh? James kemur með honum, herðu, tveir inn í, þannig að ég vilja sjá hann fara inn á við. Gefur maður á mótunum utan við, það ég vil senda strax upp. Kemur langur bolti, Hamed vinnur þetta nær þessu, heldur þessu, ekki brjóta, vel gert, eldfljótur, Soran hjálpar. Passa rangstöðuna Pétur. Pétur er rangstæður, dómarinn flaggar ekki. Falli koni gegn, hvað gerir Fall? Hann er að skora. Þetta er glæsilegt, Fall er að skora. Ég tek tilbaka, Pétur er rangstæður. Þá með það fundist það, en Fall er að setja boltan glæsilega, þetta er góð sókn. Frábært, bara áfram með þetta, upp með liðið, upp með stemninguna. Þetta er gott, ég líst vel á það, það er allir að gefa sig í þetta, það er allir bara kátir og glaðir og stiga einhvern annan, þetta er flott. Soran með góða sendingu en einu sinni. Gott að byrja setna, 5 mínútur búin að setna, staðan er 3-0. Bara nú að halda tempóið, bara klára þetta. Það er fólk. Það er ótrúlega sterkt að taka stigin í dag. 3 stig. Gróttu spáð góðu gengi í deildinni. Það er kannski ekki alveg náð að bæði þessi lið ekki náð að standa undir væntingum fyrir þetta með að við spá í deildinni. Ég man ekki betur en að Grótta hreinlega verið spáð sigur í deildinni og vestra 3. seti. En það er nóg eftir þessari deild. Þetta er allavega gjörbreytt lið frá því afturleiknum sem ég sá hérna heima ætli síðast. Ég náttúrulega sá ekki síðustu 2 útileiki sem töpuðust. Ger ekki ráð fyrir að þeir hafa verið endilega sérstaklega góðir heldur. Það er allt annað barátta og það er allt annað flæði í liðinu. Sóknarleikurinn ekki eins fyrirsjáanlegur. Það er rauninni miklu sterkari aðalinn í dag sko, eins og staðan er núna. Gróttur að taka sín aðra hotspit í leiknum. Og þeir skalla boltan vel yfir, vel framhjá, engin hætta á ferðum. Daði tekur útspark. Engir upp í hana bolta, Fall vinnur hann, farður svo að stað bara. Soran kemur inn á hann, sending fyrir, þetta er Daniel Batu. Sendir Josh, þetta var James, hann er rangstæður. Góð tilraun hjá Batu en svolítið fyrirsjálega kannski hann sé rangstæður hana en kannski komst ekki í skotið.
Gróttum með fara af stað. Missa boltan langt frá sér. Josh vinnur hann. Það er ekki svona pressa. Fall. Allt og sending utarlega. Fall fylgir þessu nær honum. Soran. Kemur væntanlega langt yngast frá Matta. Já, það er allavega ekkert stilt upp í það, þannig að Fall fær boltan bara. Og það er útspark. Elmar skallar þetta frá Josh. Bara tveir í þetta Pétur, James, smá miskilingur. James hefði sennilega getað náð þessu bolta betur en þeir pressa núna, pressa hátt, Josh. Óheppinn. Þetta var opnið brotið, var þetta rétt. Soran vinnur boltan. Hann er konið skotfæri, skjóttu bara. Já. Markmaðurinn tekur svona léttan Karius á þetta. Og hálf vera svona en hann boltinn í netið og Soran bara búinn að vera með klassaleik. Alls ekki komið 2 stóðsendingar og 1 mark hérna. Góð pressa sem að Gróttumenn fá aukaspinnu en spila illúrinu. Soran vinnur boltan og komin auðan sjó. Setur hann í netið. Þetta er bara stórkostlegt 4-0. Það er annarkvort eða hjá Vestramönnum. Það er alltaf 5 mörk eða ekkert á heimavelli. Og við höfum alveg nóga fínum, óþreyttum fótum til að koma inn á hérna eftir ef svo ber undir. Haffi er á Danni, Agnar, Viktor, Þórður, Guðmundur Arnar og hinn ungi, Guðmundur hinn ungi. Gróttumenn beita langis á Daði á Daði, já. Stórgóður leikur hjá Vestra hingað til. Gróttumenn eiga engin svör og það hefur lítið verið að gerast af þeim sóknarlega. Fall pressar. Góð pressa. Matu, Josh. Þetta er bara það er mjög mikill dugnaður í Vestramönnum núna og það skila sér náttúrulega bara í fleiri unnuboltum og það er góð pressa. Matti, Þetta er bara, ef maður segja að dugnaður er bara til fyrirmyndar og baráttan Eljan og menn er að vinna sem lið hérna. Það er náttúrulega leið og það kemur þá gerast hlutirnir. Þetta er það sem ég vil sjá. Ég vil sjá Ólísvöllin bara gerða hann einhverju víi hérna. Við hefum ekki verið að tapa eins og í síðasta leik. Og vinna alla þessa leiki hérna. Gróttumenn reyna að sækja hratt hérna. Elmar, Matti, þeir vinna saman. Þeir eru einmanna hérna fram með Gróttumenn. Og við erum að vinna þessa bolta. Gróttumenn halda sókninni gangandi. Sendi ekki inn í. Batu kemst fyrir. Gróttan eða þann boltan laflaust skot sem Daði. Það er ekkert að gerast. Ég hef ekki mikla áhyggjur ef að Vestramenn spila svona það sem er af í sumri. En þetta má ekki vera 1-1 leikur sko. Þetta þarf að vera stabílt.
Það lítið búið að gerast núna. En mér sýnist Bjarni vera að senda varamenn út til þess að hita upp. Það mátt fínulagi, flottir leikmenn þar, Grótta konið skotfæri. Josh vinnur þetta vel. Fall aftur komin vinstra megin, það hans kannski núna breytingin sóknarleiknum þegar hafa verið að víxla þess vel gert já Fall, farðu svo bara, hann ríkur hún upp, eldfljótu þannig komin að stað og reynir hlautafót að senda ykkur Pétur sem er allt og innanlega og markmaðurinn tekur þetta. Góð hugsun hérna, erfið sending samt. Sumir myndi bara nota vinstri, en hún ekki alltaf til staðar alltaf hjá öllum. Vel gert að Andi kemur í veg fyrir stungusendingu, Pétur vinnur boltan. Ekki mikil hjálp núna, snýr tilbaka. Þetta er brot. Fimmtán mínútur liðnar, það er hálftími eftir að þessu. Staðan er 4-0 fyrir Vestra. Og Gróttumenn virðast ekki líklegir eins og staðan er núna. Það er þá frekar að Vestramenn myndu bæti í þetta. Kemur hásending, markmaður náð þetta. Svo er hann komin í pressum leið. Nei, þetta er náttúrulega bara einhver leikaraskapur. Hendi sér niður hana. Þetta er svona eiginlega ljótur leikur að vera að henda sér niður út af engu hérna. Hleypur á hendina á honum. Það er bara komið góð stefnu, Gróttumennir aðeins farnir að pirrast, það er náttúrulega eðlilegt í stöðunni. Elmar setur þetta út af. Óskar Hrafn farin að pirrast í dómarann, það er eðlilegt að hann sé pirrað líka. Það er svona 11 aðrir en á vellir sem hann ætti að vera meira pirraður út í heldur en dómarann, eins og staðan er núna. Pétur. James, Matti. Reynum að halda boltanum. Matti stoppar þetta. Hlöpum Pirgur. Það kemur ekkert á orð, það myndi Kara kannski svona 2-3 gul spjaldi viðbót upp. Ljósbláður eru aðeins fattar að pirrast. Fall með boltan. Missir hann út af. Grótta á innkast, taka þetta strax. Hamad, Soran, Batu tekur hann niður, vel gert Batu. Engin 9-9, þetta geti jafnvel verið spjald. Sparkar hann niður aftan frá. Og það eru svona læti, Joss ætti nú að róa sig niður, hann er á spjaldið þarna. Þetta var ljótt brot, óþarfa viljandi brot þarna. Það er orðið pirringur hérna á bekknum. Óskar verði alveg vitlaus hérna. Þetta er rétt spjald. Hann heppinn að sleppa með gult. En óþarf að hleypa þessu upp í ykkur vitleysu. Skulum bara halda áfram með leikinn. Andi setur hann sér langan upp á
Pétur. Vel gert Pétur, hann að flikka honum yfir. Þarna á James bara að vera meira tilbúinn, sko. Pétur pressar. Josh, þetta vel gert. Verulega orðnir pirraðir ljósbláðir. Allt dómarunum að kenna þessu staðan núna. Gróta, höldum áfram, höldum áfram! Kom on! Grótaði með skiptingu. Inn á orðgama leikmaður númer 25 Björn Axel Guðjónsson. Og af velli kemur hér skokkandi. Get sagt ykkur hann leið á þessi númer aðeins. Hann ekkert fyrir að sína hvað sem hann ég eiginlega... Jú, hann númer 11 Sölvi Björnsson. Þú eru Mattias langt innkast. Hann lítur að reyna að koma hann yfir á Pétur. Hæsti maðurinn í... Já, með hærri maðurinn í tegnum. Nú, já, það eitthvað tiltal hérna. Gróta, heimildum og græði spila, kom on! Kemur langur, Pétur. Vel gert Pétur, setur hann inn í... Hann neglaði þessi bara inn í maður. Josh, Pétur, þeir að pressa vel. Þeir að vinna þessa bolta hátt upp á vellinum sem bara... Jæja, Gróttu með leys úr þessu núna. Kemur löng sending. Andi nær fyrir þetta vel gert Soran. Daniel Badu, Josh, Matti. Þarna var Josh bara hættur út af pirring. Og bara að halda áfram. Þó var sér broti á manni. Kemur hárbolti, Elma tekur þetta létt. Tala saman. Já, þetta lítið í spilanum hjá Gróttumönnum. Það er rauninni bara ekkert að gerast. Þeir eru... Matti Króknins að taka yngast utan langan. Þetta Pétur ekki alveg tilbúinn hana. Badu. Soran vinnur boltan. Það eru... Kemur langsinn. James bara komin í gegn hana sýnist mér. Svona er rétt smá glens og gaman núna á vellinum. Flestir vilja hann samt ræða við dómarann. En hann er búinn að vera ágætur. Gróttumenn reyna að byggja upp eitthvað upp. Soran, það gengur ekki eftir Gróttumennum. Fall. Nei, þetta er bara gult. Þetta gæti verið bara appelsínu gult með þess að. Það kemur ekki óvart að það færi ykkur út af með rautt spjald hérna þessi leik. Þetta ætlar að halda svona áfram. Ætlar hann ekki að spjalda manninn? Hann ætlar ekki að spjalda hann fyrir þetta. Þetta er nú ekki meira ólíklegt þegar Sora fekk spjald fyrir Öxli Öxlátni fyrir áleik þegar hann stoppaði sókn. Jæja. Soran. Þetta er gott spil. Hamed kotið með hann inn í allt og kom með lágan bolta. Ég vil setja hann háan, Pétur var klár. Já, Batu var með þetta. Þeir vinna þetta bara mjög vel. Soran. Glæsileg sending en sennilega kolrangstæður. Já.
Matti tekur þetta niður, bara öruggur. Heldur boltanum vel. Ja, missir hann. Ég vilja sjá hann losa boltan bara út á hana. Svo rann. Það aukaspyrna. Þetta var soft en þetta aukaspyrna á hættulegum stað. Það fyrsta svona aukaspyrna á hættulegum stað. Alltaf gaman að fá svona en kannski ekki réttu megin. Það þýðir ekkert. Kvart eitthvað í aðstóttunum hérna meðan við spjaldi hinum en það er ekki svo hann breyti því. Grótta er að setja hérna í þriðju skiptinguna. Pétur Steinn Þorsteinsson, leikmann númer 7 er að gera sér kláran. Það er veislan, auglýsing aftan á Gróttu, það er nú ekki veisla hjá þeim í dag samt. Jæja, aukaspyrna réttur utan teg. Þetta er annarkot steinleikur eða langt yfir. Nei, á hvorugt. Hvaða vitleysa er þetta? Reyndi undir vegginn Daði öruggur með þetta frekar laust skot. Daði kemur leik Hamed út af vinstri aðleit, nógu tími. Soran, nei Soran, jæja. Við þurfum að gera betur í svona sendingum. Losum úr þessu, vel gert Andi Hamed. Hann eldfljótur hann Hamed. Þetta hlýtur bara að vera brot. Peysutók. Það er skiptingu Gróttumönnum. Pétur Steinn Þorsteins að koma. Ég er að fara inn á, hann er ekki að koma að velli. Það er ykkur að breytingar hérna. Færsla. Óskar þjálfari Gróttu er að kalla eitthvað hérna inn á. Þetta er þá síðasta skipting Gróttu í leiknum. Leikmann númer 29 Ólafur Dagur Thorlacius sem kemur út af. Andi tekur aukaspyrnuna. Kemur langa bolti. Fall, herðu. Úff. Fall með skalla rétt framhjá. Þetta var stór hættulegt. Vel gert. Matti öruggur með þetta. Gróttumenn reyna, þeir eru reyna og reyna. Jæja, Fall vinnur boltan, missir hann aftur, Andi komin út úr vörninni, jæja, langt yfir skot. Þetta er nú sennilega hættulegasta skot hjá Gróttu í leiknum samt. Það er aðeins dottið niður aftur. Þetta er lætið hérna á hann, hann mennur að róast. Tölvöld fólk í stúkunni. Það er ágætis stemning. Ég fyrir þetta var skráningardagur í yngri flokkum og fullt af krökkum á leiknum eins og á að vera. Hamed, hann fór á flegiferð. Ég misti boltan aðeins langt frá sér. Og vinnur hann aftur, náttúrulega með því að brjóta, eða ekki náttúrulega, hann braut á leikmannum, en drífa sig bara tilbaka, þetta er allt í leið. Fall setur pressu. Já, góð pressa.
Hér fer klukkan að slá í 30 mínútur, þannig að það er kortir eftir að leiknum. Plús. Vel gert af Daniel Batu. Daniel Batu búinn að vera mjög góður í þessum leik. Smá miskilningur, Fall nær samt boltanum. Sendur á Matta, Matti kemur með langan. Góður bolti, Pétur getur nú bara alveg hreinlega dottið í gegn hérna. Já, Pétur vinnur boltan. Rólegur. Og það var enginn komin inn í þetta með honum. Smá leikur hjá markmannum og varnarmanninu þarna, vel gert hjá honum samt. Það er til fyrirmynda hvernig þeir verjast Vestaramenn eftir að missa boltan. Þeir strax konir í pressu, Jossi mjög duglegur, Soran, Batu, Pétur byrja að pressa strax fremst, trufla Gróttumenn. Það gengið vel eftir í dag. Vestaramenn leyfa nú Gróttu bara að vera með boltan, það er ekkert samt sem lítið sem gerist. Daði með boltan. Hammet, mér sýnist nú vera svona detta niður svona mesta afgangurinn í Gróttumönnum. Þetta er nú svona óheppilegt brotsamt. Það fer svona að renna að þeim svona mesta baráttan sýnist mér. Þetta er náttúrulega erfitt, 4-0 undir, það er 15 mínútur eftir. En aldrei hættir svo sem ágætis motto. James þarna tæpur. Volter dómarnefndur leikinn halda áfram. Soran stoppar þetta. Gott spil, leysa vel úr, svo kemur langur bolti á Pétur. Pétur nær að setja Fall í gegn nánast. Einn maður eftir Fall. Bruna Pétur er komin inn, er að renna sinni teig. Fall tekur utanvert. James skot. Ágæti skot. Þetta er aðeins kraft í það. Markmaðurinn verið þetta vel. Boltinn komin í leik, Gróttumenn á stað. Nonni rekur liðið tilbaka. Léleg sending enn einu sinni. Mjög slaka sendingar á Gróttumönnum í dag sem hefur nánast ekki töl á því hvað er að vera að senda oft í fæturnar á Vestramönnum. Elmar, Mattias, Vestramenn fara sér bara rólega. Daniel Batu, Soran, maður, Pétur. Nú eru Vestramenn farnir að halda boltanum betur. Þetta er óttalega lítið, Eitthvað hefur Pétur sett öxlina þarna eitthvað aðeins í andlit á honum þegar hann var að verja boltan. Það er sennilega óþægilegt en allt í góðu. Takast í hendur. Nú verða dómarakast. Það vantaði í hennar leik. Það þarf að Daði með langa bolta. Joss tekur þetta niður eða reynir að taka þetta niður. Spil Soran. Hammet Fall að kalla boltan. Glæsilegt spil. James kemur. Joss verður utan. Pétur fellur á Fall. Já. Það er 5-0. Glæsileg sókn. James með stóðsendingu að Fall klára annað markið sitt. Þetta er frábært. Það var mjög góð sókn og það er allt í lagi þó við vinnum alltaf 5-0 á heimavelli. En við þurfum að gera það í hverjum leik, sko. Frábær sókn. Og held ég að við hljótum að fá einhverja skiptingar hérna. Heyrðist Bjarni vera að kalla Þórður. Þórður Gunnar sé að koma inn á
Og Þórður að koma hérna hlaupandi. Og þeir eru að vinna boltan hátt, það langt á milli varnar og miður. Það eru konið 5 á móti sannlega 2 hérna, 3 Gróttumönnum. Við hefum náttúrulega að gera betur úr þessu. James mest í sláfnum gegn Fall, klárar þetta þvílík góð barátta, góð stemning. Þeir eru gjörsamlega búin að taka það út. Gróttumenn sýnist mér á taugum með baráttunni sinni. Þetta er eins og skólastrákar hérna. Og á móti alvöru liði. James vinnur boltan, heldur honum vel. Reynir að koma honum á Svoran, það tekst. Svoran með sendingu tilbaka. Hamed fær högg, báðir rekast eitthvað illa saman þarna. Setta boltan bara út af ekki bara. Dómarinn stoppar þetta. Þórður Gunnar hann klár. Koma inn á. Það er verið að hlúa að Hamed og leikmanninn Gróttu. Þau rákust þarna saman. Ég held að það sé nú ekki höfuðmeiðsli samt. Sennilega eitthvað hné í læri hné eitthvað dæmi. Það er nú báðir konur á fætur. Það er sennilega bara eitt gott spray, kælispray. Þá er menn yfirleitt orðnir klárir, sko. Ekki að fara að rúla þess að stað bara. Dómarinn ætlar að henda hérna í annað dómarakast. Andi sennilega neglir þessu fram til Gróttu eða Svoran ætlar að gera það. Það er skipting. James Makkar að koma á velli. Og það er Þórður Gunnar Hafþórsson sem kemur inn á. James er búinn að eiga fína leik í dag eins og allt vestra liðið. Þórður kemur bara út á hægri kantinn, sömu skiptingu, sömu stöðu bara á James var. James og Fall hafa samt verið að rótera svolítið á milli, þau verið að gera aðeins breytingar sem ég kann vel að meta. Skiptum kant svona annars lagið. Mattíasen með þennan bolta, skjutur hann út af. Þórður Gunnar pressar vel.
Við erum með aðra fjær sem við erum að gleyma. Mattías, hann kominn í pressuna. Fall, ríkur út. Setur hann langan, Pétur fer á ferðina. Markmaðurinn konar langt, sett hann yfir hann. Hefði hann séð markmaðurinn þá geta sett hann í fyrsta. Hann tók ekki eftir því hvað markmaðurinn kom utalega. Góð sending að Fall þarna. Hann rétt stæður, segir línuvörðurinn. Það stórhættulegt. Nei, hann flaggar þetta. Vola lengi að flagga alltaf þessi línuvörður. Þannig að býða eftir að dómaran, ég skil þetta ekki alveg. Hann svona í fyrri hálfleik líka. Hei, kom upp! Daniel! Róker! Kom í! Allir! Það ágætt fyrir Bjarni að koma með smá lúður fyrir sig þarna á hliðarlínuna. Svo hann Matti. Það Pétur. Pétur fer sjálfur. Hann góðan í gegn bara, sett hann inn í. Og svo hann, 6-0, glæsilega gert. Pétur sópa sig þarna, spóla sig þarna í gegn. Skýtur á marki og þröngu færi. Markmaður slærir út í teig og svo hann fylgir eftir og skora annað markið sitt. Staðan 6-0 og þetta er komið. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég er nokkuð viss að þetta sé komið. Það þyrfti þá að vera eitthvað mestar hrun sem sé stöður síðan. Sennilega Fjölnir tapaði daginn fyrir. Ég man ekki eftir Stjörnunni. Það standið 4 mínútur á klukkunni. Það var nú löng stöð þarna á hann. Það getur verið bættið allavega 4 mínútum. Hér að gera sig klára Daniel Agnar og Guðmundur hinn ungi, Guðmundur Arnar Svavarsson sem leikmaður 3. flokks hjá okkur. Almar! Tala! Flott fyrir hann að fá mínútur núna. Komið bara stresslaus inn á í 16 stöðu, getur sýnt hvað í honum býr. Daniel Agnar hefur átt við meiðsli í sumar að koma inn á. Flott fyrir hann að fá mínútur líka. Viktor og Haffi fá það bara hvíld í þessum leik. En Gróttumenn eiga auka spyrnu. Tilbúinir! Takk hana svona stutt út. Orðið pressar. Þetta virðist alltaf. Andi tekur þetta. Rennsandinn skiptingu. Kemur tvöföld skipting. Daniel Agnar og Guðmundur Arnar að koma inn á. Soran að koma út af. Gerir á fyrir það. Og Fall. Gummi fyrir glút bara vinstra megin og Daniel inn á miðju fyrir Soran. Ég ger ekki ráð fyrir að sé að skipta ykkur að gera eitthvað taktíska breytingar. Ekki núna. Bjarni hefur ekki brosað svona mikið lengi. Hann tekur á móti leikmönnum sínum. Nonni sparar það aðeins kannski þannig til eftir leik. Almar! Ég verð að tala við hann! Hjálp honum! Andi sem þau hérna bolta út af. Þetta er í lagi. Engast í Gróttu. Halda þessi bara Daniel með hann þarna. Hamed missi boltan. Bolti fer út af. Og Vestri á innkast. Hann tekið strax Batu með boltan. Kemur langur bolti, Guðmundur Arnar. Dæmt brot á Guðmundur Arnar, hendurna kannski aðeins upp. Það reynir að prjóna sig í gegn, gengur ekki.
kannski full aftarlega konir vestramenn núna. Daniel Agnar. Gróttumenn konir í teig. Nei, þetta aðja, Andi sennilega aðeins touchaði hann þarna, komið hornspyrna. Það eru 5 mínútur eftir. Ég er ekki búið að hoppa fram, vestramenn. Línuvörður segir að leikurinn sé bara að klárast. Jói Torfa segir 5 mínútur. Ég er ekki vissum að línuvörðurinn hafi verið að hlusta á Jóa Torfa. Hann veit greinilega ekki hvar hann er staddur. Guðmundur vinnur boltann og hann flautar þetta bara af. Hann nennir greinilega ekkert að hafa þetta lengra en þetta algjör óþarfi. Staðan er 6-0 og algjör yfirburði Vestra í þessu leik. Grótta sá aldrei til sjólar og við þökkum bara kærlega fyrir það. Leikur hérna, heimaleikur á laugardaginn. Hengi, hver er næsti leikur? Já, eftir 1,5 viku. 23. júní. Við verðum hérna aftur þá. Takk fyrir. Åh, nej. Jag tror nej, tar vi. Ja, nej. Ja, hallå, hallå.